Þegar Tryggvi Óskarsson, bóndi á Þverá í Reykjahverfi, var 16 ára gamall í eftirleitum á Þeistareykjum, þá féll hann niður í Litlavíti. Fórst alla leið, eða hvað? Nei, fór ekki alla leið. Nei, þú fórst ekki alveg til Vítis. Ég fór ekki alveg. Nei. Þannig var það, ég var þannig í eftirleit. Já. 20. nóvember 58, Já. 16 ára. Já. Og að fara hann að suðurbunguna. Það var nánast komið myrkur. Ég var með þó nokkra kindur undan mér, 15-16 kindur rak hann á. Og þær runnu bara nokkuð vel og beygðu vestur. Og bara, það var akkurat rétta stefnan niður á Þeistareykji. En svo fara þær að fara austur, beygja svona austur. Ég ætlaði að hlaupa fyrir þær í kvelli, en þá bara að fara með bara kolsvett vítið. Og ég skelli mig hann niður, næ bara rétt í barminn og klóra mig hann upp. Hvað ertu að segja? Klóra mig bara hann upp. Hvað er þetta djúpt? 72 metrar lóður rétt niður. Það hefði nú ekki þurft að spyrja leikslokkum. Nei, það hefði ekki þurft að því. Svo bara man ég ekki neitt. Hvað skeði? Ég man ekkert eftir mér fyrir ég kem niður á Þeistareykji og við erum að koma kindum upp á bíl. Þetta dettur svona alveg að minni. Hef aldrei munað, sko. Hvað ertu að segja? Kunningi minn var svona við hlíðina á mér með nokkra kindur, svona dálítið lengra frá mér. Og við bara sameinumst, segir hann, með þessa kindur og fórum niður á Þeistareykji. Ég man ekkert einasta. En þarna eru sem sagt bæði Stóravíti og Litlavíti, ekki satt? Hvað fyrirbæri eru þetta? Þetta bara jarðfall eftir eldgos, sko. Já. Hvoru tveggja held ég. Þetta miklu meira, hitt getur verið gígur, sko. Og Litlavíti hefur bara fallið niður þegar gósið er búið. Svona hugsa ég þetta. Ég get alltaf að skoða því. Já, þú ert ekki jarðfræðingur, en munnmælasögurnar segja nú einhver ævintýri frá þessum stöðum, er það ekki? Jú, en sko, ég er nægilega mest hissa, sko, þetta hefur aldrei verið girt af bara með einu bláum strengi í kring, sko, því mér finnst þetta svo óskaplega ónatúrlegt. Og ég hef ekki nema einu sinni komið á hana stað síðan. Hvernig stendur á því? Ég hef bara hræddu það. Já. Bara hræddu við staðinn, sko. Fannst þetta ónatúrlegt og mér finnst það eiginlega enn ónatúrlega. Þegar ég kom í annað skipti, þá sá ég akkurat hvernig það var. Þetta voðalegt dýpi og ég hef sér komið þarna ekkert oftar. Nei. Var búið að vara þig eitthvað við þessu? Vissi ekki það. Hafði aldrei heyrt tala um þetta. Hvað er þetta að segja? Aldrei heyrt tala. Það var fyrsta skipti sem ég fer þarna. Jú, ég var bara að heyra eitthvað vít en ekki svona, sko. Hvað segir? Ekki nálægt þessu, sko. En þú segir að þetta hafi alveg verið blokkarað í minninu hjá þér. Manstu bara eftir því að ná í... Ég bara man ég klóra svona í bakkan og ríf mig hann upp svona. Já. Og já, svo man ég ekkert meira, sko. En sagðirðu frá þessu? Nei. Ég sagði nefnilega ekki frá því. Af hverju ekki? Ég veit það ekki. Fyrir mörgum árum seinna. Já. Þá fór einhver að spyrja mig, að hver viltu ekki fara? Þá segi ég þess sögur, sko. Já. Þegar hann sjátt séð að ég var eitthvað skrítinn. Já. Við vorum þannig nokkuð margir, sko. Varstu eitthvað hruflaður eða? Nei. Bara kannski aðeins á höndunum þegar það er svona mold og möl, sko. En það var ekkert, sko. Nei. Þarna ertu 16 ára og segir engum frá. Það er nú sennilega ein og ein sagan sem að hefur ekkert endilega ratað út munninum á þér. Nei. Svona í gegnum árin. Hefur þið gengt mikið með sjálfum þér? Já, sumt geymi ég alveg, sko. Já. Geymi kannski þangað til aðri fara að segja frá því. Já. Já. En hvað fórstu að gera? Þú ert þarna fæddur og uppalinn. Segðu mér aðeins frá bara þínu. Já, ég fæddur og uppalinn á Reykjavík, stutt frá Hveravöllum. Við vorum þar 6 systkinin og ólst þarna upp og svo fluttist ég í Þverá 20. Já, hvernig stóð á því? Það bara, ég vildi endilega hefja búskap og þarna var laus jörð til leigu. Já. Ég var alveg sjúkur í það og ég var bara ákveðin í því. Ætlaðirðu alltaf að verða bóndi? Já, alltaf. Ja, smiður eða bóndi, sko, og ég má eiginlega segja, ég hef kannski verið hálfpartur hvort tveggja, sko.
Já. Ég hef unnið dálítið við smíðar og náttúrulega eiginlega smíða öll mín hús sjálf. Þú ert mjög lagin í höndunum. Það veit ég ekki, þetta gengur. Þetta gengur. Já, en þú átt eina minningu því að þú sagði mér að þú væri lesblindur. Já. Hvernig var það í uppeldinu að vera lesblindur? Hvað var það kallað á sínum tíma? Það var kallað ljótun orðum þá. Það voru bara hálfvitar og svoleið, sko. Já, var það? Fékkstu það? Ég heyrði það alveg, sko. Já. Og svona. Hvað heyrður? Segðu mér það. Ég veit ekki hvað ég var að segja. Jú, segðu mér. Það var bara sagt, sko. Það var bara kona að tala mín og hún var bara að tala hálfvitan. Það varst þú? Já, það var ég. Og þú varst hálfviti af því þú gast ekki lesið? Já, gekk mjög illa að lesa, sko. Þetta fer inn í barsáluna? Já, það fer ansi djúpt. Já. En sko, horfandi á þig og vitandi hvað rættist úr þér, hvar fékkstu sjálfstraustið? Ég veit ekki, sko, ég fór ekki neitt, sko, bóklegt nám, sko. Ég fór bara einn vetur í lögskóla og þá var ég í smíðadeild. Og við vorum fleiri á því stígi þarna og ég held ég hefði fengið fyrst mikið sjálfstraust. Þarna ég var mjög mikið í íþróttum og var í öllum greinum og kom þannig inn í og þarna. Maður byggir upp aðra styrkleika, ekki sant? Já, sennilega hef ég haft eitthvað að laga að tala líka. Já, það ekki. Ég hef heyrt það. Já. Og svona. Já, og íþróttirna líka. Þú margfaldur Norðurlandsmeistari í hlaupum. Já, ég var það, sko. Já. Svo hélt áfram í sýnindir og það virðist erfað svona. Já, það? Sýnindir líka hlauparar? Já. En hvernig hinn systkini þín, voru fleiri en þú svona illa læs? Sko, ég var vestur og annar bróður minn var næst vestur. Já. Hann plummaði sér nú mjög vel. Það fór ekki í langskóla svo bóklegt, hann bara trefmeðmestari og bara stór kall, sko. Já. Á trésniðinu Reyn með sínum fjölskyldu sem bara mjög stórt fyrirtæki með 20 manni í vinnu. Já. Og hann hefur bara plummað sig og ég vil líka segja að þriði svona er eitthvað lesblind og hann hefur líka plummað sig. Við hefum bara haft bara eitthvað svona frekju sjálfstört á okkur, sko. Já. Hvernig var að byrja að búa á þessum árum? Þetta er hvað, kringum 1963? Það var talað að það væri ekki hægt, sko. Nú? Sko, akkur ekki? Af því það var svo lágt verð og það var alls ekki talið hægt að búa bara með kindur. Nei. Og það var svona hálfpartið tróðið upp á okkur, nautgripið fyrst, en við losum okkur við það. Já. Það var ekki mjólk á Þverá nema 1 mánuð, ein kýr 1 mánuð, þá seldum við þessar 5. Já, en segðu mér hver er konan þín? Já, Árdís Sigurðardóttir frá Skógarhlíð. Það er ekkert langt á milli bæja, er það? Nei, við bara, það má eiginlega segja, ég fór 3 kilometra á mótinu og hún fór 2, þannig mættist við bara á þessa jörð, sko. Við erum ekkert erfað þessa jörð þetta var leigujörð sem við erum svo búin að kaupa allar nú, sko. Já. Hvernig eru svona landkostir þarna fyrir ykkur? Ég tel að mjög góða, þarna er laxveiði á og sem er þó nokkuð og við erum búin að stofna til sumarbústaðarland og það er orðin 10 lögbýli á jörðinni, sko. Við erum verið að selja svona bletti. Já. Við erum 10 nú. Já. Og þetta er helja jörð, það er 4.000 hektarar, sko. Nú. Þetta rækta tún af Hvammseyjunni, sko, yfir 1.000 hektarar bara samfellt svona. Hvað segir? Og það býður bara til næstu kynslu. Það er næsta kynslu, já. En hvað varstu með 600-700 fjár, er það mest það? Já, það fór upp í 700. Það er kannski einhver svona með mér, það er svona misjant, þeir eru búin að vera 2, sko. Já. Sýta hvað. Hvað áttu 3 syni og 1 dóttur? Já. Og er áhugi fyrir búskap, er hann að erfast, eða? Já, ég veit það, sko, hann áttur að þau eru fullorðin, þau taka ekkert við. Nei. En svo er bara næst og svo býr á jörðinni núna svona frændi konu minna, náfrændi. Já. Sem er bara hjón rúmlega 25 ára með eitt lítið. Já.
En hvernig gekk þetta með sko, þú varst og þið í þessum búskap yfir 60 ár eða hvað? Það eiginlega 60 ár síðan við byrjum svona saman. Já, þannig og allan tíman í sauðfjárbúskap og þú afsannaðir það alveg hægt að lifa af þessu, eða hvað? Já, ég afsannaði það hvort að nokkuð viðkennaði, en ég hef vel komist af, sko. Já. Við vorum ekkert kröfuhörðum húsnæði. Nei. Til dæmis byrjum við að byggja bara hluta af kjallaranum og fluttum í það nokkra daga eftir ég byrjaði á hann. Hann var bara 30 fermetra, bara kjallari og þetta var kallað greni nágrunum. Greni? Grenið. Þetta fór í kafi snjó, sko. Já, hvað það var bara hól og svo bara verið smá byggja okkur upp í. Ég reynda vann svona við smíðar og svoleiðis. Já, með. Og þetta ekkert voða mikið, sko. Nei. Þetta bara, þetta bjargast miklu betur en það var spáð fyrir. Já, núna erum við svo mikið að tala óveður og það eins og við höfum bara aldrei upplifað óveður á Íslandi fyrir núna. Þú hefur nú fleiri sögur að segja á óveðri, bara eins og sagðan þegar þú varst að sækja fé sem að varð nánast úti. Það var þarna, það var 8. eða 9. apríl 63. Já. Þá gerir mannskaða veður. Það fóru 18 menn í sjóinn þennan dag. Hvað? Smábátur hérna út af bara ströndinni hérna nærri okkur. Já, það hræðilega veður, já. Og það var bara þarna hádegi, ég bara stattur heima á Reykjavík, við heyrum þess að voða veðurspá í hádeginu. Féð var allt úti. Já. Gerðist þetta bara svona? Já, spáin kom svona seint. Já. Eins og þetta bara aldrei skeð sko að vera spá eins og núna. Nei. Hún bara kom þarna, spáin, og ég vissi að féð fór dál til land, ég þetta hljóp strax á stað. En mæti svona fljótlega, þá var ég búin að hlaupa svona 2 kilometra. Þá kemur sauðurinn minn með allt saman. Já. Allt saman. Og þetta blessast algjörlega hjá okkur. Já. En svo, náttúrulega, þá síminn þannig að þetta hlera allt. Já. Það heyri öllum, sko. Já. Og við fórum að heyra það, hann gengi svona og svona og það vantaði á bæjunu og seinast var það ekki full vita fyrir morgun hvernig staðan var, þá vantaði bara flest allt féð í Skarðaborg. Já. Gamli Jón í Skörðum var með sitt neðaveg og hann náði því, en Þóraðin var með ofveg og fóru bara upp í heiðina og hann hafði leit hans allan daginn og allan nóttina. Og svo fór hann að safna liði morgunin. Við förum þannig inn í 7-8 saman, bara upp með grófinni, Skarðagrófinni, og finnum fyrst einu var búin að láta og önnur var illa farin en finnum ekki örfáar. En svona kannski heldur léttar á fætin hinn var bara rétt 20 hinn. Voru allir milli 30-40, svo menn á best aldrei samt. Og ég dálítið viljugur að fara upp, þetta fyrir alltaf lengra og lengra og þeir segja ég megi ekki fara, svo ég hafi ekki samband við mig því veðri og því líkt. Já, þið þurftu að sjá. En ég fór nú samt og var komið dálítið langt upp með gilinu og það fylgdi mig hundurinn á bænum. Já. Ég minna hann eftir snjói. Já. Hann fylgdi mig og svo sé ég hann allt í einu, hann tekur bara vinkilbeygju. Og þá eiginlega vissi ég nú hvað var og ég fylgi honum. Já. Kafa snjóin hann, býsna land sko. Já. Og bara hitti það bara flest allt féð í einu hnapp og hengja hann svona fram við það. Hvað var þetta margt? Ég held að þetta hafi verið 200 sko. Já. Bæði gemlingar og ær og. Komuð þessu niður? Já, það tók allan daginn sko. Já. Og ég hef aldrei séð nokkurn mann þreyttar en Þóraðin. Nei, ég skal trúa því. En hann gaf ekkert eftir? Nei, hann gaf ekkert eftir. En að lenda í svona, það hefur þá rifjast ýmislegt upp fyrir þér 2012 þegar það hörmungar dundi yfir. Já. Þá ertu náttúrulega aðeins orðin eldri. Þá ég 70 ár. Þá ertu 70 ár, Akkurat 70 ár. Já. Þetta, hvenær? Þetta í september? Þetta bara fyrstu daginn í september. Já. Og við vorum svo hryllilega óheppni að vera ekki búin að fara í göngur. Já. Einhver þetta vegna var bara ákvað að hafa göngunar eitthvað óvanlega seint. Það þannig að við aðdælingar og reykvargar eru alveg saman sko. Já. Erum alltaf á sama tíma. Það var bara ákveða
að Hraunset yrði bara 16. september, Já. sem var óvarlega seint svo. Það var strax mikil óánægja með þetta, skildi vera svona seint en. Og ég held reynda að væri búið að flýta göngum tíma. Já. En það var ekki niðurstaðan og ég var mjög svektur, reiður. Já. Ósáttur við þessu ákvörðun. Já, en ég var ekki reiður lengi. Nú. Sko, þetta var komið á svo alvarlegt stig að það var ekki hægt að vera reiður við menn. Nei. Þegar líf var að tefla. Og það er svo skrítið, ég hef aldrei verið reiður við þessa menn og veit ekki eins og hverju hafa stjórnið að reyna ekki að fara fyrr. Já. Það lokaðist algjörlega. Já. Bara alveg hvarf og aldrei og bara, tengslin hafa bara styrkt við þetta. Já. Milli margra þetta. Já. Já, þetta svona dæmi þegar að áföllin dynja yfir, þú hefur eiginlega ekkert margt að velja, annað en að standa saman. Nei, og þarna er ég eiginlega Siggi Palli sem mest búin að taka við, bara fyrir 2 ára sko. Og við gamla hjónin bara með 50 kindur. Já. Og það var þannig að Siggi Palli var gánaforingi en Ómar frændi minn og Litlurkjum var fjallsjæðastjóri. Já. Og það var þannig, það var bara þessi 2 jarðir sem höfðu það sem við kallar Suður Reykjavíðina. Já. Sáum bara, svo var það Skarðaborg og Laxamýri og einastað norðan við. Og það voru bara við og þau Litlurkjum sem sáum saman þetta, bara skiptist hann þegar var að fara að leita þarna. Já. Og það má ekki gleyma heiðarbótamönnum sem að sáum ræmi upp með þverrána norðavöld. Það má ekki gleyma þeirra hlut í þessu öllum. Var bara, það er bara svæðið tekinn skipulega? Já, ég er aðeins tala um það bara varð. Já. Og það var náttúrulega, en það var þannig hjá okkur hérna á Sunnavörðu að það var svolítið óljóst hvað að endaði Sunnavörðu. Já. Út af því að fram Reykjavíkursbæinni sem tilheyrir aðaldar áttu þarna land Sunnavið. Já. En það var þannig að það var bara lögð áherslu fyrst að fara allir upp á Þeistareykji. Já. Allir. Svo það var lítið leið þarna suður og við fórum nokkur skipti alveg suður í þver á Sunnavík Geitavill sem er dálítið land. Já. Það var náttúrulega snjóslega menni sem voru komni með þarna. Já. Þá fóru þeir lengst. En það var þannig fyrsta morgun sem fært var að fara upp eftir, þá var ég klár með stóra dráttarvél með vagnattan léttan vagn svona. Já. Og ég óð snemma á stað, náttúrulega var hann mjög óþolma og sár og grátandi. Já. Fór hann. Já. Og það var þannig standið á mér að ég var nýlega búin að velta fjórhjólið í mig. Og var búin að fá þann útskurð þannig. Já. Nokkur dögum áður ég myndi aldrei ná mér. Nei, hvað segir? Fer hann eftir. Já. Get valla að opna hliðin. Já. Kemst samt upp eftir. Er komin upp á fjall, þetta er sko bak við Reykjavillum að segja. Já. Er komin einn upp eftir og það var albrjálað veður. Þá hringja þeir í mig, bæði Ómar og Siggi Palli. Já. Við tökum hvernig ástandið er. Já. Ég segi náttúrulega að það er alveg voðalegt sko. Já. Þannig var ég búin að bara ganga út frá því fyrir við erum búin að missa 600-800 sko. En meðan ég er að tala með annað hvað það er, ég man ekki hvað það var, þá sé ég bara svartan haus svona stutt frá mér. Hvað segir? Og ég segi bara, ég sé hausina og verða að fara að leita. Já. Þeir náttúrulega eru heima að safna liði og að koma. En ég stekk hann út og fer að mokka og gleymi í bakkinu. Já. Og næ þarna fyrst þessu og svo bara býsna mörgu. Já. Og bara, ég hef búin að ná, sumir náttúrulega grófi ég alveg úr fæninni. Annað var bara þarna hálffent og fast og ég hef búin að ná bara þó nokkur stórum hóp þegar þeir koma. Hvað segir? Á dráttarvél og stórum bílum og snjósleðum var búin að safna þó nokkur liði. Já. Og þetta náttúrulega var, ég tala raunlega bara okkar svæði, þannig að Suðurheiðina. Svo bara eins og norðavið, það er bara annað og það bara gekk svipa fyrir sig. Nema að það var vest í okkur, við höfðum engan veg. Nei. Það er náttúrulega vegur gegn Norðurheiðinu upp á Þeistareykju og svona. En þannig var engin veg og það var slóð, svo moldaslóð, sem var ófæð fyrir drullu eftir nokkra daga. Svo það var ekki einu sinni. Nei.
Hvað náðu þið mörgu fyrir þarna? Sko, svo náttúrulega leita alveg stanslaust hálfan mánuð. Já. Nema, og svona skipulega, við erum svona 8-15 manns þarna. Já. Bara okkar fólk. Í hálfan mánuð að leita fyrir? Alveg látlaust skipulega, hálfan mánuð. Var reyndar rétt á skógarétt eitt kvöldi og farið á Hraunsitt annar daginn. Já. Og svo það var svona styttri dag, fór ekki allir. Nei. En þarna að leita. Já, samband við Hraunsitt. Við fórum á Hraunsitt, ég og Siggi Palli til að ná í féð og keyrað upp til og ég var óskaplega óþolinmóður að þessu. Ég eiginlega ógnað að sjá andlaðan hennar mannfjölda því ekki austur í heiða leita. Já. Þetta er svona tæpri viku eftir að skellur á. Já. Og ég reka eftir og ég veit að ég var leiðilegur þá. Já. Þannig á réttinni raka eftir og vildi láta þetta ganga og ég var svo óþolinmóður að komast í heiðina. En þetta klárast nú svona, við áttum náttúrulega fátt, miklu færri vanalega það var. Og ég vildi endilega fara í heiðin kvöldið og fekk 2 strákana mína til að fara með mér. Það var Siggi Palli og Óskar. Já. Fóru með mér suður í Geithafell upp með þeirri þverá. Já. Það er önnur þverá hjá mér. Já. Fórum þarna upp eftir, alveg austur í Gustahlíð og mokum þarna og gröfum og það var eitt svolítið atriði. Siggi Palli var að labba hana og við vorum búin að taka upp að vera alltaf á jarma. Já, nei. Og hérna, hvað segir? og við vorum búin að vera við arfið að lömb önsuðu, eða komu bara. Þau bara koma á móti okkur. Hvað segir? Og hann jarmar og heyrir svona lambi einhverjum fjallag. Hann labbar það. Svo þegar hann kom þarna, þá finnst hann að vera hérna með í vissi. En það var bara hérna, það var bara undir honum. Hann gengur, finnur svona aðeins hólu, aðeins síi niður snjónun og þarna grefur hann upp lifandi lamb, en dauðrólla undir. Já. Og það má eiginlega segja að þarna eftir 5-6 daga, þetta er fyrsti dagur sem við finnum dauðakindur. Já. Ég að grafa hana neðar í gilinu rétt við Þverárhorni og var svo heppinn ég fann rollu sem ég átti sjálfa, tvílindrollu. Og ég er búinn að grafa hana upp og sess svona á bakkan ég er búinn að koma upp og fór að hugsa hvernig var þetta með bakið á mig? Hvernig var þetta með bakið á mig? Ég hef ekkert fundið fyrir þess dag. Nei. Hef aldrei fundið fyrir því síðan. Hefur aldrei fundið fyrir því síðan? Aldrei fundið fyrir bakinu síðan. Þetta var besta lækningin, það var að ná öllu fénu. Það er bara eitthvað skeði. Já. En þannig kvöldin finnum við eina 40 kindur í þessu gili þarna. Já. Sem fylgir þetta aðdælinga voru búin að fara eitthvað, en það var alltaf að koma eitthvað sumt fann og sko uppistandandi. Já, já. Og mikið þessu féð bara létum hlaupa niður Kísifegin en það sem illa komið settum á pallar á bílunum hjá okkur. Mistuðu mikið? Við mistum 120. Svona 8% af öllu svo. Já. En það leit náttúrulega miklu verr út í byrjun. Það leit miklu verr, sko. Við fundum alla daga og meiri segja, og svo eftir þessa 4 vikur, þá förum við að fara á hjólunum, nánast hvern einast dag, bæði við og Litlu-Ríkjum og þá var líka Árni Brúnli farin að fara líka, það var þetta saman. Allir að leita. Og ég eiginlega fann alltaf kindur, ég var alveg ótrúlega heppin, ég fann í hólum og sumir var náttúrulega konu upp og meiri segja seinast dagi sem fer, eftir 42 daga, búin að vera 42 daga í einu, svona meira minna, þá finn ég eitt lifandi undir barði. Hvað segir? 42 daga. Þetta er með ólíkindum, en hvað segir þetta okkur? Hvernig fóru þær að lifa þetta af? Já, það var það sem komst svona undir börð, það var ótrúlega hvað það gæti lifa. En það var enda dauð kind í þessa gjótu, hjá þessu lambi þannig. En sko, hvað eru kindur veðurglöggar? Það eru örugglega misveðurglöggar. Í þessu veðri er þetta náttúrulega að hafa hrakið undan veðri alveg óheim mikið. Af því eina nóttina fer ég keyrandi suður hjá Geithafell og suður fyrir Geithafellsánna og það er enda glaðið mikið af því ég sá alveg ótrúlega margt féð sem hefur hrakist þangað suður og safnast það saman sá kindur sem við áttum að svona létti mann aðeins.
Já. En hins vegar má segja sko, mér sjálfum leið ekkert illa eftir það ég byrjaði að sá þennan svarta haus. Nei. Þetta bara gekk svona hjá mér en þá kom vonin einhvern veginn. Já, en það verður bara að segja það var fjöldi mann sem lagði allt og hart af sér í þessu leitum sko. Ekki bara hjá okkur, bara á öllu svæðinu sko. Já. Að leita svona. Já. En hvað, sko, mér langar, nú styttist tíminn okkar, en hvað er það sem þú telur að hafi eiginlega bara bjargaði sem bjarga var þarna? Var það samstaðan ykkar? Já, samstaðan var alveg sérstök. Og ég vil bara segja, sko, samstæðið á Litlu-Reykjum sem var náttúrulega alveg saman. Já. Og við náttúrulega ná frændur og það er alveg saman þó við séum ekki stundum sammála og þá erum við alltaf sama trausti. Já, og það má líka segja trausti og við náttúrulega við aðdæningar sem að þeir vissu að ég var alveg hundónað. Já. Sko, það hefur styrkt við þetta. Já. Og ég hef aldrei fundið nokkuð einasta kala til þeirra manna sem kannski tók ákvörðum vitlausa ákvörðum. Það var ekki hægt sko. Nei. En þegar þú horfið tilbaka, nú ertu rétt bráðum að fara að halda upp á áttræðisafmælið þitt og þú ert búin að vera í þessum bústörfum alla þína ævi. Já, alla ævina. Já. Hvað er það, hvaða minning stendur sterkust upp úr öllu? Ég veit þetta erfið spurning. Í þessum búskap? Já. Ég held að þetta standi mest upp úr sko sem áföllu. Þetta hefur gengið svona alveg prýðilega hjá okkur. Já. Ég vil aðeins orða það líka í sambandi við þessa 2012, haustið 2012 sem enginn vildi tala meira um. Nei. Það er fólki sem var heima. Já. Konunar og börnin. Já. Það er nefnilega stundum betra að vera á vígvellinum en að vera heima og viti hvað hefur skeið. Já. Já. Og það voru líka ýmsir sem vildu létta okkur störfin og gera eitthvað gott fyrir okkur. Það var til dæmis hópur hérna tónlistafólk, vinafólk Sigurpál og Höllu sem buðust til að koma að halda tónleika hjá okkur. Segðu svo tónlistin hjálpa ekki? Tónleika, það var haldnir, þau voru komið tvisvar heldur tónleika í húsinu okkar Litla á þeirra. Hvað segir? Og það komu sveitungarnir sem gátu 40 manns og þetta létti mikið. Og það var svo sem fleira gert. Já. Við fórum tvisvar sinnum sur í Heiðabæ og borðum saman þar. Ég held að við erum fjárhóttafélagið og jável þau sem héldu staðinn sem lögðu til. Já. Og í annað skipti ekki kom áfalltími. Já. Sko, ástand var svoleið. Sko. Já, auðvitað. Ég held að það séu ekki allir sem að gera sér grein fyrir hvað við gengum í gegnum. En sko, ég geti talað við í marga daga og hver veit ég geri það, en ég ætla að við skulum ljúka þessu hérna og vonum að áföllin verði ekki mörg í viðbót og takk fyrir að deila sögunum með okkur innilega.